Þriðja umferðin af 6 í heimsbikarkeppninni í torfæri fór fram 2. september og Íslendingar sendu 8 bíla þangað, gerðu það í samvinnu við Vörð Íslandstryggingu. Svona sameiginlega og auk þess nutu keppendur hver og sig aðstoðar sinna styrktaraðila. En við erum hér í fyrstu braut í götubílaflokki. Þetta Arne Larsson frá Svíþjóð. Reknar 6 brautir í hvorum flokki. Það voru þúsundir áhorfenda þarna og þeir voru fljótir að skynja hverjir voru góðir og hverjir voru ekki alveg jafn góðir. Jari Salonen frá Finnlandi. Já, þetta alla leið 350 stig, fást fyrir að fara alla leið. Eina stúlkan í hópnum, Sofía Skåling Borg frá Svíþjóð. Og munurinn á flokkunum svipaður og hér heima, sérútbúnir og götubílar. Þetta eru minni dekk. En ólíkt því sem hér gerist, þetta Kristoffer Hall frá Svíþjóð, ólíkt því sem hér gerist, þá aka keppendur þarna í sitt hvorum brautunum, götubílaflokki og sérútbúnarflokknum. Þá það Kjetil Hákonson sem þegar hér komið sögu í öðru sæti í heimsbikarkeppni og hann klárar þetta á 350 stigum og þá það okkar maður Ragnar Róbertsson sem leiðir eftir 2 sigra á Hellu í sumar. Alls var reknar 6 umferðir, þær næstu umferðirna fara fram núna á laugardag og sunnudag í Noregi. Ragnar lunginn ökumaður, kannski ekki alveg með besta bílinn. Harri Kampi frá Finnlandi. Náði nú ekki nema 40 stigum þarna og Ansi Ovanen á bílum Lindum kemur frá Finnlandi og skoraði aðeins 9-10 stig hér og okkar maður Bjarki Reynisson. 2 Íslendingar í þessum flokki. Það missir afturendan aðeins hérna út en það kemur ekki sög núna. 350 stig og þá það Tómas Nyholm í sinni fyrstu torfærikeppni á þessari Suzuki bifreið að sjá. Hljóðin nú aðeins öðruvísi. Og staðan að lokinni fyrstu braut af 6 í þessum flokki. Ragnar Róbertsson efstur með 350 stig sem og allir niður í 7. sæti. Og þetta kannski segir svolítið til það að brautirnar sem að Finnarnir voru að leggja, þetta nú aðeins 3. árið sem að kepptir í torfæri í Finnlandi, voru kannski ívið of léttar. Þá það braut nummer 2, Jari Salonen, nei, þetta Kjetil Hákonsson frá Noregi og hann klikkar hérna. Kjetil skorar bara 230 stig í þessari braut, annari braut, Ragnar Róbertsson. Að fara hratt yfir sögu í báðum flokkum. Vel gert Ragnar og upp að fer hann 350 stig og með fullt úr stiga. Þá það Ansi Ovanen frá Finnlandi. Nei, hann missir alla ferð hér og síðan missir hann afturendan aðeins og langt til hægri og þar með stefnan orðið vitlaust 240 stig. Bjarki Reynisson. Passa stöðuna á afturendanum. Sama sagan hér. Bjarki skora 240 stig. Tómas Nyholm 350 í fyrstu braut og hefur aflið. En eins og hjá svo mörgum öðrum stefna vitlaust þegar að hliðið var í augsýn. Jari Salonen frá Finnlandi. Tómas skoraði 230 stig og Jari skorar hér 230 stig á 350 mögulegum, þannig að Ragnar Róbertsson efstur með 700 stig, Bjarki Reynisson annar en hann aðeins með 10 stig á forskot á næstu menn. Jari Salonen, Tómas Nyholm, Sofía Skåling Borg og Kjetil Hákonsen. Þriðja braut. Þegar hér komið sögu, þegar komið þarna fram af keppindur konum með 100 stig, hafið þeir farið refsilaust. Þetta Kjetil Hákonsson frá Noregi, helsti keppinautur Ragnars. Og upp í gegnum hliðið og þetta eru 330 stig.
20 refsistig fyrir að snerta stiku. Ragnar Róbertsson. Það ekki hikað, ekki ómikil gjöf og hjólinn alltaf á jörðinni. 350 stig, vel gert hjá Ragnari. Eikur forskott sitt á Ketil Hákonson. Hansi Óvaninn. Nei, þetta ekki rétt stefna. 240 stig. Bjarki. Stoppar þarna augnablik, þar tapast 10 stig. Nei, hann kom í stikuna, þar tapuðust 10 stigin. Það var ekki stopp hjá honum, hann fær 340 stig. Tómas Nyholm. Já, og nú sýnir hann hvað býr í bílnum og lendingin mjög mjúk, greinilegt að fjörunarbúnaðurinn í súkunni er mjög góður. Og Jari Salonen, 350 stig staðan á loknum 3 brautum, 3 eftir. Ragnar Róbertsson leiðir með 1050 stig. Jafnir í öðru sæti Bjarki Reynisson, Jari Salonen, Tómas Nyholm og Sofía Skolinborg. Slagur og þetta er ekki búið. Það eru 3 brautir eftir, næst er það tímabraut og þetta var eina brautin sem að báðir flokkar óku í þessari keppni, 3. umferðinni. Ragnar Róbertsson fór fyrstur í brautina, gerði sér lítið fyrir og sýndi öllum hinnum hvar línan lá í gegnum brautina og hann var svo eini sem fór þess hárréttu línu, náði besta tímanum í báðum flokkum. Þetta þýddi að sjálfsögðu 300 stig til Ragnars Róbertssonar og hann var enn með fullt úr stiga eftir 4 brautir með 1350 stig. Hér á nummer 16 Arne Larsson. Já, Arne Larsson ekki alveg að fara réttu leiðina eða hvað. Aðeins og stjórnlaus. 2 brautir eftir og það er Tómas Nyholm sem fer hér fyrstur alla leið og hann gerir það bara á aflinu og fjörunarkerfinu. Frábært hjá honum. Þetta er 350 stig. Jari Salonen. Og nú er komið pressa á Ragnar Róbertsson. Hann er ekki með jafn mikið afl eins og þessir 2. Hann var í forystu þegar hér var komið sögu og það er stutt í að hann fari í brautina en fyrst er það Ketil Hákonsen frá Noregi. Já, þetta er nefnilega ekki alveg eins létt eins og þetta sýndist frá fyrstu 2 mönnum. Ragnar Róbertsson verður að fara hér upp ef hann ætlar að halda forskoti sínu. Ekki með jafn gott fjörunarkerfi eins og Tómas Nyholm. En það kemur ekki að sök, hann er með nettari bensínfót og spilaði hér á bensínu og flaug í gegnum þetta. Það var frábær árangur og hann er með 170 stiga forskot á Jari Salonen, örlítið meira á Tómas Nyholm. En það er 1 braut eftir. Það eru 350 stig sem að skipta þar máli og ef menn fari ekki upp þá fá menn ekki með 240 stig. Það er 110 stig farin. Jari setur enn pressu á Ragnar. Þetta var enda Tómas Nyholm. Og þá er það Jari Salonen. Og eins og í 5. braut kominn 2-föld pressa á Ragnar Róbertsson. Ketil Hákonsen. Hann nú bara rétt hittir á endahliðið. Skora 330 stig og líkur keppninu 1730 stig. Þá er það Ragnar Róbertsson. Vantar aðeins afl. Kannski örlítið betra fjörunarkerfi. Vissi bílinn hér í hopp og loft. Þar með gripið. Það verður að klára þetta alla leið. Já.
Fyrsta sætið í göttubílaflokki í þriðju umferðinni og hann þá með 3 sigra af 3 mögulegum. Jari Salonen í öðru sæti með 879 stig. Tómas Nyholm frá Finnlandi í þriðja og Ketil Hákonsen, helsti keppinautur Ragnars í heimsbikarkeppninni í 4. sæti. Sofía Skólin Borg í 5. sæti. Og staðan að loknum 3 umferðum. Ragnar Róbertsson með 30 stig, Ketil Hákonsen 21, Bjarki Reynisson 14, Jari Salonen 8, Gunnar Guðmundsson 7, Tómas Nyholm 6. Og þá færum okkur yfir í sérútbánaflokkin. Það voru fleiri keppendur þar. Við þurfum að fara hratt yfir sögu. Daniel Gunnar Ingimundarson fer fyrstur í fyrstu braut. Sagði mér eftir á, hann hefði ekki áttað sig á aflinu og gripinu. Því sló hann af og það kostaði hann þetta. Hann settist hér og fékk aðeins 90 stig. Hræðileg byrjun. Morten Lovskoen frá Noregi, Gladiator. Keppendur í sérútbánaflokknum og Morten 350 stig. Það var Ólafur Bragi Jónsson. Hann hefur alla burði til þess að ná langt í torfærunni. Hann kann þetta og hann getur þetta, en hann lenti í vandræði með bílinn hér. Bensíngjöfin var að svíkja hann og bílinn fékk ekki fulla gjöf og að bensíngjöfin væri komin í botn. 70 stig. Ole Graversen. Bestur Normannanna. Normenn með geysilega öfluga bíla og nánast bílana fría á undanförnum árum. Já, glæsilegt 350 stig. Og númer 2, Roar Johansen, einnig frá Noregi. Jep, 350 stig. Þá það Sigurður Þór Jónsson, nýkrýndur Íslandsmeistari í torfæru. Einn af betri bílunum í dag, 350 stig. Gísli Gunnar Jónsson hefur forystuna í mótinu. Arne Johansen frá Noregi á svipuðum bíl og Roar Johansen. Og upp á fer hann. Þetta eru 350 stig. Gunnar Gunnarsson, fyrrum Íslandsmeistari í torfæru. Varð að bukta sig og beygja fyrir Sigurður Þór Jónssoni hér á Íslandi í síðustu keppninni. Þeir urðu jafnir, en Sigurður Þór Jónsson náði betri árangri fyrr á árinu og hreppti því Íslandsmeistaratitilinn. Jep, 350 stig, vel gert. Finn Erik Löfberg frá Noregi, fyrrverandi heimsbikarhafi í göttubílaflokki. Kannski staðfesting á því að brautir eru of auðveldar. Hvað menn að fara auðveldlega hér í gegn. Leo Viðar Björnsson. 350 stig. Þá var það Gísli Gunnar Jónsson. Gísli að aka þessum sama bíl og hann hefur gert undanfarin ár. Þetta gamla kókómjólkin, svo margir kannast við. Það má segja að bíll og maður séu hér samvaxnir. Allavega þekkir Gísli bílinn. Það ósagt það hvort það eins á hinn veginn. 350 stig. Per Anders Norstedt frá Svíþjóð. Nei, eins og þetta var auðvelt hjá hinnum. Þetta aðeins 250 stig. Tukka Lassonen og Kristoffer Hall mættu ekki í þessa fyrstu braut. Staðan að lokinni fyrstu braut, eins og sjá má. Þessi komast fyrir á skjánum 10 stykki. Allir með 350 stig. Þá það braut nummer 2.
Þar þurfa menn aðeins að takast á við smá hliðarhalla. Svipað og önnur braut í göttubílaflokki. Það Úli Graversen sem fer fyrstur. Nei. Hér vorum við að sjá Ragnar Róbertsson fara upp áðan. Þetta Róar. Já, upp á hér hann. En veltan þýðir það að hann keyrir ekki í burtu. Og hann fær því ekki 350 stigin. Og fekk þau nú samt. Hefði ekki átt að fá nema 250 stig. Þetta Sigurður Þór Jónsson. 350 stigin á aðeins að veita þeim sem að geta ekið sjálfstáðum í burtu frá brautinni upp á toppnum. Glæsilegt Sigurður Þór Jónsson. 350 stig. Arne Jóhansen. Nei, þetta ekki alveg fært. Þetta eru 220 stig og Róar Jóhansen fékk reyndar 260 stig áðan eins og lög gera ráð fyrir. Þetta Gunnar Gunnarsson. 350 stig, glæsilegt. Okkar menn að standa sig vel hérna. Finn Erik Löfberg. Þetta braut nr. 2 af 6 og þar af ein tímabraut. Nei, vantar hér örlítið upp á hraðan. Þá er Leó Viðar Björnsson. Það er greinlegt að hér skilja leiðir. Það verður ekki allir með fullt úr stig að loknum 2 brautum. Leó Viðar hefur sýnt og sannað að hann á að fullt erindi í torfæruna. Þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Það var fjöldi starfsmanna þarna. Það þurfti náttúrulega að setja upp stigur og laga brautarmerkingar. Eins og vera ber góð stjórn á þessari keppni hjá Finnunum, enda að þeir vanir. Íþróttir eru þeirra þjóðar íþrótt. Alveg rólegur þá hann kom með stefnuna og upp á feran 350 stig með fullt úr stiga og staðan að loknum 2 brautum. Gísli Gunnar Jónsson, Gunnar Gunnarsson, Sigurður Þór Jónsson, allir með fullt úr 700 stig. Róar Jónsson 610, Finn Erik Löfberg 600, Leó Viðar Björnsson 590, Mikael Kaskinen frá Finnlandi 580 stig á samt Morten Lofskoen frá Noregi. Braut 3. Og nú fór róður aðeins að þyngjast. Framundan ein erfiðasta brekkan í keppninni. Fyrst hér og síðan hér hægri beygja og upp á, alveg á brúninni. Hér mega menn ekki vera loftræddir. Og Róar 220 stig fyrir lengdina. Sjáum það er 10 metra fall, þarna hægra megin við endahliðið ef að menn gera einhver mistök. Sigurður Þór Jónsson. Þetta nett áskorun. Við hér á síðustu stundum 220 stig komið 920 alls. Arne Jóhansen. Það hefði viljað sjá Sigur gera þetta áðan, hann hefði kannski klórað sig þarna upp á. Arne fer ekki hér upp 230 stig. Gunnar Gunnarsson. Millistikana og það vantar hér hestlumun. Hvorki Gunnar Gunnarsson né Sigurður Þór Jónsson að fara hér upp. Finn Erik Löfberg. Bíllinn hættir að taka á vinstra framhjólið. Það brotinn hjá honum öxull og ferð hans hér ekki lengri. Þetta aðeins 160 stig.
Það ekki oft sem að maður sér bílana hjá Norðmönnunum bila. Bílar sem smíðaðir af mikilli kostgæfni og þarna huga menn að því að hlutir séu í réttum hlutföllum við afl vélarinnar. En óheppinn hérna að finna Erik Löfberg aðeins 160 stig. Settu strikreikningin hjá honum í þessari keppni. Gísli Gunnar Jónsson, Leó Viðar Björnsson skoraði hér 220 stig, var komið 810 eftir 3 brautir. Þetta gera náttúrulega ekki nema snillingar, frábært hjá Gísla Gunnar Jónssoni. 350 stig og áhorfendur klöppuðu vel og lengi fyrir honum. Og sjáu þið förinn, þau eru fet frá brúninni. Það er 10 metra fall þarna ef að Gísli hefði mist bílinn út til hægri. Og þetta er ekki alveg eins einfalt eins og Gísli gerði þetta. Daniel Ingimundarson. Og hann reynir þó aðeins meira heldur en Sigurður og Gunnar gerðu. Hann hafði ekki erindi sem erfiði. Willi Vikari frá Finnlandi. 350 fyrir fyrstu braut, 210 annari, 210 hér í þriðju braut. Hættir hér við. Ekki, það gengur ekki, það þarf að hafa áframhraðan. Þá er það Ole Graversen. 350 fyrir fyrstu braut, 220 fyrir braut nummer 2. Hárfínt hjá honum, já, og upp á fer hann, glæsilega gert. Og staðan að loknum 3 brautum, Gísli Gunnar Jónsson, Gunnar Gunnarsson, Sigurður Þór Jónsson, þeir halda fyrstu 3 sætunum. Óli Graversen dregur hins vegar verulega á Gunnar Gunnarsson, Sigurður Þór Jónsson, Róar Jónsson í 5., Leó Viðar Björnsson í 7., Mika Kaskinen í 7. Og Finn Erik Löfberg ekki í topp 10 hér. 3. braut, 4. braut, breytti litlu, það var tímabrautin. Við erum komin og breytti engur röðuna, við erum komin í 5. og næst síðustu braut. Þetta er Gunnar Gunnarsson. Já, Gunnar fer hér alla leið, yfirvegaður, 350 stig, hann fikk 274 stig í tímabrautinni. Finn Erik Löfberg upp á 350 stig, 269 í tímabrautinni. Gísli Gunnar Jónsson með 297 í tímabrautinni og fer hér upp á með 350 stig, heldur forystunni. Þetta er Per Anders Norstedt frá Finnlandi. Nei, þetta er Tuukka Lassonen frá Finnlandi. Sigurður Þór Jónsson, missir bílinn hérna aðeins upp að framan og verður að slaka aðeins á. Bílinn er að reisa sig of mikið. Sigurður Þór er að tapa hér sæti, var í 3. sæti. Mika Kaskinen frá Finnlandi. Þetta er nefnilega ekki alveg fært. Staðan fyrir síðustu braut, Gísli Gunnar Jónsson í 1. sæti, 1697. Gunnar Gunnarsson í 2. sæti, Ole Graversen í 3. Finn Erik Löfberg kominn þarna upp í 4. sæti. Þetta er frábæra árangur í tímabraut og þessari síðustu braut með 1379 stig. Það er næstum því örugt hjá Gísla Gunnar Jónssoni. Það er samt 1 braut eftir. Það eru 350 stig fyrir að fara hana alla leið til enda. Hún er brött brekkan. Gísli tók sér smá hlé frá torfærunni. En hann er fantagóður ökumaður. Hann er 1/3 hluti brautar búinn hér fram af og í hliðarhallan og þar þarf að passa sig á því að detta ekki of neðarlega því að þá komast menn hreinlega ekki upp í brautin aftur. Gísli gerir þetta vel. Það hangir hér fyrir ofan stikurnar. Laglegt, refsilaust.
brautin hálfnuð. Var í forystu hér. Og svona salla rólegur og fer þetta til enda 350 stig og fyrsta sætið hans. Helliringdi í korter. Og á þeim tíma gaf vélinn sig hjá Sigurði Þór Jónssoni, fór hjá honum strokklokksbakning sem hann náði þó að skipta fyrir fjórðu umferðina. Eins og sjá má, helliringdi. Gunnar Gunnarsson var í öðru sæti fyrir þessa braut. Þarf að fara alla leið til þess að halda því sæti, já. Stórglæsilegt hjá okkar mönnum. Finn Erik Löfberg var í fjórða sæti. Er að erfið þetta svolítið meira heldur en bæði Gísli og Gunnar, en upp á fer hann og klifrar upp fyrir Ole Græversen upp í þriðja sæti. Gísli Gunnar Jónsson sigrar með 237 stig. Gunnar Gunnarsson annar með 1904. Finn Erik Löfberg í þriðja sæti. Ole Græversen fjórði, Arne Jóhansen fimmti, Mika Kaskinen í sjötta sæti. Morten Ljóskóen Norri í sjöunda, Róar Jónsson í áttunda. Sigurður Þór Jónsson féll niður í níunda sæti og staðan í keppni. Gísli Gunnar Jónsson 28 stig eftir 3 umferðir. Gunnar Gunnarsson 18, Finn Erik Löfberg 12, Sigurður Þór Jónsson ásamt Arne Jóhansen með 13 stig. Mótorinn lýkur helgina í Noregi. 5. og 7. umferðir fara þá fram rétt norðan Osloar. Það sem ekki að ræða beinar útsendingar frá þessum íþróttaviðburði, en þá munum við sýna ykkur úrslit úr þeim keppnum síðar. Á miðvikudaginn kemur munum við sýna hér í sjónvarpinu fjórðu umferðina sem fór fram 3. september í Finnlandi. Ég verði hér aftur að viku liðinni með það og síðan í októbermánuði lokin.